og eitt af því í þessari endurskipulagningu verður það að taka þetta almannatryggingafrumvarp og kasta því út af hafsauga ásamt planinu. Ég myndi bera mikla virðingu fyrir þessari ríkisstjórn fyrir það að geta bara svolítið tekist á þennan nýja veruleika og sagt bara þetta bara virkaði ekki en við erum með X og X og X og X sem við ætlum að taka okkur fyrir hendur og gera það. En það verður ekki sársaukalaust. Já, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 19. mars og árið er 2026 og það er hægt að færa rök fyrir því að þetta sé orðið allhressandi hjá okkur. Eins og við vorum að ræða nú bara senast í gær að þá er að sjálfsögðu stýrivextir komnir upp í 7,5% sem að þýðir það að fyrirtæki munu einhvern veginn bregðast við, þá ekki bara út af þessum 0,25% stýrivaxtahækkun, heldur líka út af bara horfum. Ég er búin að vera að fylgjast með svona umræðum hitt og þetta í dag og í gær. Var náttúrulega mjög hressandi umræður á Alþingi og eru núna í dag, ef marka má fréttir. Ég er ekki búin að vera að fylgjast með Alþingisrásinni í dag, en hins vegar þá erum við bara að horfa upp á það að fyrirtæki eru að fara að taka mið af nýjum veruleika sem að byggir á því að kjarasamningar muni líklega bresta. Það eru einhver jákvæðar horfur að einhverju leyti. Núna var ég að hlusta á í morgun var Sólveig Anna í Bítinu þar sem að hún sagðist einfaldlega ekki ætla að hóta því að fara í einhvers konar aðgerðir, það er að segja að boða til verkfalla. Og ég nam ákveðin breyttan tón hjá Sólveigu heldur en hefur svona verið gegnum tíðina. Þetta er ekki eins og árið 2019 þegar að hún fór í sína fyrstu kjarasamninga, ef ég er að muna þetta rétt, en þá náttúrulega var hún með mjög herskáa baráttu og í kjölfarið voru lífskjarasamningarnir samþykktir. Við búum bara við allt öðruvísi veruleika. Ég hef náttúrulega fjallað þetta. Við búum í ákveðinu svona Disney veröld gagnvart því sem að aðrir í heiminum þurfa að venjast. En ég ætla ekki að segja að svo Disney veröld sé horfin. En hins vegar þá erum við bara að horfa upp á það að lífskjör eru að fara að verða töluvert torrsæknari. Það verður erfiðara að búa í haginn. Það verður erfiðara fyrir heimilin. Og það sem kannski verst er að þetta verður verra fyrir alla. Það verður mjög áhugavert og því ég ætla að fjalla húsnæðismarkaðinn í dag í þessu ljósi út af því að það er svolítið síðan ég var að fjalla húsnæðismarkaðinn. En nú erum við að horfa upp á þann veruleika að það er kólnun á honum. En hins vegar þá veltum maður því alveg fyrir sér hvaða áhrif það hefur á fasteignamarkaðinn ef allir atvinnuleysi sérstaklega meðal útlendinga fer að aukast og hvað þá hvort að það losar eitthvað ákveðin magn af fermetrum og hvaða áhrif það geti haft á fasteignaverð og fleira. Það er rosalega erfitt. Ég er stundum að ráðleggja fólki húsnæðismarkaðinn og það er að spyrja mig núna til dæmis hvað sé skynsamlegt að gera, hvernig lán það að taka og annað og maður er bara ekki með nein svör. Það er rosalega erfitt að lesa í þetta og ástæðan er einfaldlega svo að það eru bara svo margar breytur einhvern veginn á lofti og miklu fleiri núna heldur en að maður sýnstu svona 6 mánuðum. Ég er náttúrulega oft búin að vera að tala um það hérna á þessum vettvangi að það eru svo margir boltar í loftinu að það er svona erfitt að meta stöðuna en núna eru bara svo miklu fleiri breytur á reiki að það er næst því bara ómögulegt að gera sér grein fyrir því nákvæmlega hvað er að gerast. Ég las núna í Bloomberg í morgun kom fram Trump calls for de-escalation as oil rises beyond $116 og sem þýðir það að það komið upp í $116 olíutunnan. Ég var reyndar í morgun, keyrði ég fram í N1 og sá að dísellítrinn er komin upp í 250 krónur og ég hugsaði með mér Guði sé lof fyrir þessa ríkisstjórn fyrir það að kílómetragjaldið hafi verið innleitt að fullu út af því að verðskinn okkar á bensín og dísel er orðið svo brenglað að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hvað það er mikið að aukast.
Ég veit nú ekki nákvæmlega hvað dísillinn fór minnst í, ég held að hann hafi farið eitthvað hressilega yfir 200 krónunar, en hann aftur á móti komin upp í 250 krónur enn einum, sem að þýðir það að olíutunnan búin að hækka mjög mikið út af því að í ofanálag kemur náttúrulega líka þetta eins og þið þekkið sem eru byrjað að borga það, kílómetragjaldið. Og þegar við erum svona að horfa upp á þennan veruleika þá náttúrulega allir birgðaflutningar og annað að fara að verða miklu dýrari. Þetta mun náttúrulega hafa áhrif á innflutning á ýmsum vörum, útflutninga sjálfsögðu líka. Við náttúrulega græðum ekkert á því út af því að við erum ekki búin að hleypa heiðari á Drekasvæðið. Og svo talandi það, á hverju erum við ekki löngu búin að því? Ég veit ég er búin að segja þetta núna í nokkra þætti í röð, en það alltaf að verða svona augljósara að við eigum að fara sjálf á Drekasvæðið. En hvað það, við erum ekki alveg að fara að gera það í þessari, lotu hnignandi lífskjara. En stendur á forsíðu Morgunblaðsins, staðan erfið og aðgerða þörf. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti 0,25% stig, 2 nefndarmenn vildu meiri hækkun, áhyggjur af verðhækkunum og stöðu kjarasamning í haust. Og segir þungt hljóð í aðilum vinnumarkaðarins í kjölfar vaxtaákvarðana Seðlabankans. Já, þetta bara svona fyrirsjáanlegt náttúrulega bara það sem við erum búin að vera að tala að þetta að fara að verða miklu erfiðara. Og ég raka reyndar augun í aðra frétt sem kom líka í Morgunblaðinu, þar sem að stendur gjörólík launaþróun hér á landi. Raunlaun hér hækkaði 1,5%. Í máli Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra kom fram að launahækkanir hefðu verið mun meiri hér á landi en í nágrannalöndunum. Ætti það bæði við hækkun á nafnlaunum sem væru 2-föld eða 4-föld með við hinn norrænu ríki. Og hækkunin, og segir Þórarinn í kynningu sinni að þróunin hér væri gjörólík því sem þekkist í öðrum ríkjum og langt umfram það sem að sælst eftir annars staðar. Sko, það sem líka svo sérstakt í þessu að mér finnst svolítið eins og Seðlabankinn sé búin að vera að sitja á sér að tala þetta. Hann hefur sagt þetta þegar hann kemur fram og segir frá sínum málum að þetta sé að sjálfsögðu eitthvað sem að hafi áhrif, en hann beindi spjótum sínum alveg svakalega mikið að vinnumarkað svona módelinu nánast og stéttarfélögunum sérstaklega. Og Hörður Ægisson skrifar í Innherja að það myndi hjálpa töluvert að fá skilaboð það að þeir eru ekki átök á vinnumarkaði, og þá hann að sjálfsögðu að vísa til þess að augljóslega munu kjarasamningar losna. Hvað stéttarfélögin gera nákvæmlega í því verður mjög áhugavert að fylgjast með. Við vitum náttúrulega eins og ég var að tala áðan að Sólveig Anna ekki að fara í jafn hörð átök, og það einfaldlega út af því að það náttúrulega ekkert fyrir hendi að grípa, eða það er ekkert að réttlæta að fara í slíkar aðgerðir. En Hörður skrifar það myndi draga úr óvissu og slá á hækkun verðbólguvæntinga ef aðalar vinnumarkaðarins kæmu út með þau skilaboð að það væri ekki að fara að hefjast átök á vinnumarkaði með því að virkja uppsagnar ákveði kjarasamninga að sögn seðlabankastjóra. Að því marki sem frumvarp stjórnvalda sem miðar því að tengja bætur almannatrygginga við launavísitölu hefur áhrif á trúverðugleika ríkisfjölmiðla, þá væri það mjög jákvætt innlegg að falla frá þeim áformum núverandi aðstæður. Búm! Loksins einhver með svona, mikla vikt og seðlabankastjóri að rífi handbremsuna gagnvart þessu almannatrygginga frumvarpi. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti, og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar, þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me, en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem vilja gera hlutina almennilega, og eitt af þeim
þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Út af því að núna í dag, við fórum náttúrulega yfir svona félagslegar afleiðingar núna í sensta þætti þar að segja í gær og líka í þáttunum sem ég er búin að vera að tala þetta undanfarið. En svona til skamms tíma að þá er þetta náttúrulega líka algjörlega stjórnlaust galið dýrt og það, þú veist, þegar fólk er eitthvað að tala til dæmis út af því við erum í þessum aðstæðum og við erum að tala ESB líka að þegar fólk er alltaf að tala það að ríkisstjórnin græða á því að hafa ástandið nægilega slæmt til þess að fólk vilji gangi í ESB. Ég held að sá vinkill, ég held reyndar hann sé fásinna út af því ég held að Þorgerður Katrín, Kristrún Frostadóttir og Daði Már Kristófersson séu ekki þannig fólk að þau geri slíka ráðstafanir í sínum svona áætlunum það að ganga í ESB. Ég held að þau séu ekki svo galin og ég veit alveg að þau eru ekki svo galin að vilja steypa öll í koll út af því að þau vilja ganga í Evrópusambandið. En það sem að meira er að jafnvel þó að það væri satt að þá er ekki séns að þau myndu vilja það út af því að fólk er ekki að fara að vilja þau við samningaborðið við ESB ef að það er allt í volli eftir það hvað þau eru búin að vera að gera í ríkisfjármálunum. Og því miður þá verður bara að segjast eins og að þau eru ekki búin að standa sér nægilega vel í því að gera það sem að þau sögðust ætla að plana. Og talandi planið að þá var Daði Már Kristófersson og þetta var held ég frá því í dag. Þetta kemur svo fram á mbl.is, þá tóku þeir myndband úr því þar sem að nafni minn, Þórarinn Ingi, hann var að spyrja Daða Má út í svona sínar fyriráætlanir og hvað hann hugðist gera og Daði Már Kristófersson vitnaði í Dwight Eisenhower og sagði sem sagt plans are worthless, planning is everything, sem að sem sagt tilvísun í Eisenhower þegar að hann að taka drastískar ákvarðanir og það ástæðan fyrir því að fólk nefnir þetta svona í almennu tali sú að það er mjög mikilvægt að vera tilbúin til þess að bregðast við þegar að þínar áætlanir standast ekki. Og ég ætla bara að spila þetta fyrir ykkur hérna. Spurning mín til hæstvirts fjármálaráðherra því þessi: hver raunveruleg stefna eða svokallað plan ríkisstjórnarinnar núna í ljósi aðstæðna? Það mat ráðherrans að planið standi óbreytt og að engu þurfi að breyta, eða það mat ráðherrans að nauðsynlegt kunni að verða að grípa til nýrra aðgerða á næstu vikum og breyta þannig plan? Hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Daði Már Kristófersson tekur til máls. Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þórarni Inga Péturssyni fyrir alveg ljómandi góða spurningu og ef ég má leyfa mér með leyfi forseta að vitna í fyrrum forseta Bandaríkjanna Dwight Eisenhower, þá haft eftir honum: plans are worthless, planning is everything. Þetta held ég að sé. Forseti bendir hæstvirtur ráðherra á að þessi orð mjög auðvelt að þýða. Plön eru gagnslaus, að plana allt og ég biðst afsökunar fyrst. En þrátt fyrir ábendingar forseta verið að viðurkenna að mér finnst þetta hljóma betur á ensku frekar en í minni þýðingu. En þetta raunverulega djúphyggið. Ég ætla samt að segja, það sem hefur ekki breyst, svo ég svari spurningu háttvirts þingmanns, að vandamálið sem við tókum við var of mikil eftirspurn með þá getu sem hagkerfi hefur til þess að svara henni. Það ennþá staða, þrátt fyrir þau óveðurský sem hafa hrannast upp, og viðbrögðin við því að ríkið dragi úr sinni eftirspurn.
og reyni þannig að stuðla að jafnvægi í hagkerfinu, að því leyti eru óveðurskýin ekki að breyta stefnun, en þau gera þetta aðgerðirnar meira aðkallandi. Og það sem svolítið fyndið þarna að Daði Már augljóslega ekki að reyna það, en þetta ákveðin höggstaður á samstarfsflokknum, það að segja Samfylkingunni, út af því að þau sögðust vera með plan og þarna Daði Már Kristófersson einfaldlega að segja að planið þeirra sé ekki að virka. Óháð því hvort að það sé plan Viðreisnar, Flokksins eða Samfylkingarinnar, að þá var náttúrulega Samfylkingin sérstaklega svona leiðbeinandi þáttur í þeirra baráttu var að þau væru með plan sem að myndi koma til með að virka og að fólk þyrfti bara einhvern veginn að fylgjast með því. Daði Már þarna fullum fetum að segja nei, planið ekki að virka og við þurfum einhvern veginn að bregðast við. Hvernig hann ætti einhvern veginn að komast hjá því náttúrulega eitthvað sem að mjög erfitt að segja til ef ég væri aðstoðarmaður einhvers í ríkisstjórninni, þá væru svona, góð ráð dýr, einfaldlega út af þeim fyrir áætlunum sem að ríkisstjórnin hefur lagt upp með frá því að hófið þetta ríkisstjórnarsamband hefur einfaldlega ekki gengið. Það alveg ákveðin vorkunn í því að það eru svona utanaliggjandi þættir sem að hafa áhrif, eins og ég var að tala áðan. Ég held að hafi til dæmis gríðarleg áhrif á þessa stöðu að ríkisstjórnin þarf að takast á við það að olíutunnan sé komin upp í $116 út af því að Donald Trump réðst inn í Íran. En óháð því að þá hefur þetta líka eitthvað með áfallaþol þjóðarinnar að gera. Út af því að núna erum við að fara að búa við þann veruleika að táningar geta ekki álitið Susi Social og iPhone vera mannréttindi. Við erum að fara að stíga inn í tímabil þar sem að hlutinir verða bara umtalsvert verri. Jákvæða við það, ef maður á að tala þannig, sem maður áður ekki gera, náttúrulega kulnun verður ekki fyrir hendi eftir mjög skamman tíma. Almannatryggingafrumvarpið ekki að fara í gegn. ESB-viðræðurnar að fara út þúfur út af því að það enginn að fara að vilja taka svo drastiska ákvörðun, sérstaklega þegar það kemur á hálfu stjórnvalda sem hafa ekki staðið sér nægilega vel í því að ná niður vöxtum á verðbólgu. Þannig að það finnst mér persónulega vera jákvætt í þessu, en ef maður horfir svona heildarmyndina þá vill maður að sjálfsögðu ekki að hlutinni séu þannig úr garði gerðir að lífið sé að fara að verða erfiðara, en þá samt vill maður líka velta fyrir sér bara ákveðna áfallaþoli og hvernig við erum í stakk búin til þess að takast á við þessi mál. Það fullt af póstum sem hægt væri að fara í, til dæmis að taka alfarið fyrir það að erlendir aðilar sem hingað eru komnir geta þegið bætur bara strax við innkomu. Það þyrfti bara að hverfa á braut, ekki bara til þess einhvern veginn að rétta af ríkisreksturinn, en ég held að bara myndi auka tiltrú almennings á það af hverju þeir eru að greiða skatta. Við vorum að sjá núna í morgun, þá var Diljá Mist Einarsdóttir eins og þið sjáðu hérna, hún var með fyrirspurn það hversu mikið fjármagn væri búið að fara í biðlaun til þeirra ráðherra sem hafa verið í ákveðnum kapal út af vesinu sem þeir hafa verið í, og hérna stendur að 18 milljónir í biðlaun vegna 2 ráðherra, kostnaður ríkisins vegna biðlauna og launatengdra gjalda nemur 18 milljónum eftir afsagnir 2 ráðherra á fyrstu rúmlega ári ríkisstjórnarinnar, og þetta Brynjólfur Þór Guðmundsson sem skrifar fyrir RÚV. Ríkissjóður hefur greitt tæpar 17 milljónir króna í biðlaun og launatengd gjöld og á eftir að greiða rúmlega 1 milljón til viðbótar vegna starfsloka 2 ráðherra á þessu kjörtímabili, og þetta á einu ári. Þetta kemur fram í svari Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur, þingmanns Sjálfstæðisflokksins. Ásthildur Lóa varð mennta- og barnamálaráðherra við ríkisstjórnarskipti en sagði af sér embætti 4 mánuðum síðar. Þá tók við flokksbróðir hennar úr flokki fólksins, Guðmundur Ingi Kristjánsson, sem hætti vegna veikinda eftir tæpa 10 mánuði. Búið að greiða 9 milljónir vegna Ásthildar Lóu og greiðslur vegna Guðmundar Inga nema á endanum tæpum 9 milljónum króna líka. Þar af á eftir að greiða tæplega 1,1 milljón. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vitað allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir.
Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pylsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pylsu sem ekki frá bæjarins bestu pylsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pylsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Þannig að þetta er orðin svolítið skrítin staða gagnvart ríkisstjórninni. Hversu mikið er sjálfskapað, það er bara hægt að fara í rökaraður út af því, ég ætla ekki að fara út í það sérstaklega, en þetta er það sem að ég held að helsti vandi ríkisstjórnarinnar í dag er aðalega sá að það er, ég ætla ekki að segja tilvistar kreppa út af því að það vísa til þess að ríkisstjórnarin sé að fara að falla eitthvað þannig, en ég held að þau séu svona ásýndar kreppu, ég held að þau séu pínu núna svona takast á við þann veruleika að tiltrú fólks á þessari ríkisstjórn er að verða minni út af því að hlutinir eru ekki að fara eins og þeir áttu að fara. Og þess vegna er þetta svo sérstök orð hjá Daða Má Kristóferssyni þegar hann er að segja að planið hafi ekki virkað og að þau þurfi einhvern veginn að grípa í taumana í þeim efnum. Og svo er bara aftur á móti spurningin hvort að kjósendur hafi trúað því að það sé rétt fólk í réttum stöðum til þess nákvæmlega að gera það. Inga Sæland er orðin svona nánast eins og hún er búin að vera svona undanfarin ár í kosningabaráttu. Hún beitir ákveðinni reiði, hún var mjög pirruð yfir því að spurja hvernig hún hugðist kjósa með ESB og fór öskrandi þegar verið að sé myndband af þessu þar sem hún er kallandi hvað ég að fara upp á Arnarhól með kjörseðilinn og sýna allri alþjóð, hvað vitleis er þetta? En auðvitað er það eðlileg krafa það þegar að ríkisstjórn er að reka áfram eitthvað mál að maður viti afstöðu sjálfs ráðherrans sem er að fara að styðja frumvarpið, að hvað afstöðu hún hyggist taka í einhvers konar þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held sko út af því að ég veit til dæmis að kjósendur Flokks fólksins vildu alls ekki fara í ESB enda sögðu þau það held ég öll fyrir kosningar að þau vildi ekki ganga inn í ESB. Ég held meira að sé ennþá á skjalinu hjá þeim frá seinasta landsfundi að þau vilji ekki ganga inn í ESB. En hún einhvern veginn þegar hún er byrjuð að tala svona, hvað ég var að segja, á svona ákveðin svona máta þar sem hún er svona að dreifa sandi svona yfir sin eigin fótspor að þá er orðið svolítið sérstakt hvernig hún ætlar svo að standa skil af því sem hún sagði fyrir kosningar gagnvart sínum eigin kjósendum. Þannig að ég held sko heilt yfir að þegar Daði Már byrjar að segja að plan Kristrúnar Frostadóttur sé ekki að virka og Inga Sæland einhvern veginn komin í svona ESB ég ætla ekki að ganga svo langt en þið fattist samt hvað ég meina, svolítið skrítið, maður hefði alltaf haldið út af því að hún hefur verið spurð þessu áður hvort hún væri hlynnt í að ganga inn í ESB en hún hefur alltaf sagt mjög svona berum orðum að hún sé ekki hlynnt í en núna er það einhvern veginn orðið misjafnt. Grein hérna eftir Lilju Valgerði á Vísi þar sem að stendur hartsótta fjármálaráðherra og þetta er eins og ég segi Alþingi í dag á fundi sem ég er ekki búin að horfa á sjálfur en ég geri það örugglega í kvöld. Hartsóttað fjármálaráðherra vegna stöðunar í efnahagslífinu á Alþingi í dag að ríkisstjórnin var sökuð aðhaldsleysi og að hafa ýtt undir verðbólgu. Fjármálaráðherra segir að aðhaldi í rekstri hins opinbera verði aukið. Þannig að það er það sem er sérstakt kannski við daginn í dag og út af þessari stýrivaxtaákvörðun er að sko maður er alltaf búin að sjá Daða Má koma upp í pontu, sjá hann tala bara hin ýmsum mál en hann er alltaf búin að vera að segja að þetta sé ekkert mál út af því að það verði hallalaus ríkisrekstur árið 2027 og þau ætla að standa við þau viðmið. Jóhann Páll Jóhannsson, félagi minn, nefndi það nú bara á fundi samtaka iðnaðarins þegar það var iðnþing 2026 að eins og, ég man ekki nú hvernig hann orðaði að eins og sólin mun rísa á morgun að þá getið þið gert ráð fyrir því ef þið getið gert ráð fyrir því að sólin rísa á morgun að þá getið þið gert ráð fyrir því að hallalaus fjárlög verði árið 2027. Daði Már er þarna sko, hann heldur fast í það prinsip að þau ætla að skila hallalausum fjárlögum en hann aftur á móti hefur ekki talað á þennan máta hingað til
og hérna stendur áfram í greinin eftir Lilju Valgerði. Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað í gær að hækka stýrivexti 0,25 punkta. Vextir höfðu staðið í stað frá því í nóvember en síðan þá hefur, þetta eitthvað sem við vitum allt. Svo fór Guðrún Hafsteinsdóttir upp í pontu og spurði hvað ætlar ríkisstjórnin að gera til þess að ná niður verðbólgunni. Því hún ekki að gera nokkurn skapaðan hlut annað en að ýta undir verðbólguna. Ég ætla bara að benda hæstvirtum fjármálaráðherra á það að aðhaldið hefur ekkert verið hjá þessari ríkisstjórn. Ekkert verið. Það var meira aðhald í tíð fyrir ríkisstjórnar mun meira. Hún gagnrýndi einnig frumvarp ríkisstjórnarinnar breytingar á lögum almannaleiðstryggingar. Það ekki búið það? Ekki búið að svolítið skera úr það hvort að þetta almannatryggingafrumvarp mun ná í gegn? Ég farin að halda að það bara meiki ekkert annað sens svo ég fái nú að sletta. Það ekki hægt að reka þetta mál áfram í þessum efnahagshorfum. Það bara ekki hægt út af því að núna náttúrulega hefur Ragnar Þór sem að félags- og húsnæðismálaráðherra, að hann hefur náttúrulega talað það að það þurfa að fara í miklu uppbyggingu. Við gerum það ekki ef við missum útlendinga á landi og við gerum það ekki ef við erum að greiða fólki fyrir það að fara og gera það mun líklegra að fólk fari frekar á örorku frekar en að vinna. Það í ólestri í núverandi kerfi hversu mikil örorku eins og vorum að reka hérna í gær. En hins vegar að þá held ég hann viti líka alveg að þú ekki að fara að keyra þetta frumvarp í gegn án þess að þú muni koma til með að sjá verulega kólnun á fasteignamarkaði í ofanálag. Guðrún Hafsteinsdóttir heldur áfram, það allt í ólagi hjá þessari ríkisstjórn því í dag stendur til að greiða hér atkvæði frumvarp tengingu bóta launavísitölu. Seðlabankastjóri hefur sagt að þetta skjóti nú skökku við. Þetta hjálpar ekki til. Seðlabankastjóri hefur sagt að þetta muni ýta undir verðbólguna. Og mig langar bara, svo ég undirstriki þetta aftur, og það ég sagði búmaðan. Það svakalegt þegar að seðlabankastjóri að segja tiltekið frumvarp að ef að það nái í gegn að þá sé það að ganga gegn markmiðum bæði þessara ríkisstjórnar og náttúrulega seðlabanka sjálfs. Það alveg með ólíkindum í rauninni að Ásgeir sem hefur verið svona sérstaklega hófstiltur í öllu því sem hann hefur verið að gera, að hann sé tilbúinn til þess að ganga svona langt sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig framfer. En færum okkur aðeins út úr pólitíkinni. Við erum ekki að fara okkur úr pólitíkinni, við erum að færa okkur yfir annað þátt stjórnmálana sem samt húsnæðismálin. Sigurður Stefánsson, félagi Hlaðvarpsins, skrifar hérna líka inn á Innherja aðsenda grein þar sem að hann að fara yfir svona tölulega stærðir á húsnæðismarkaði. Og mér fannst þetta mjög góð grein. Hann þetta frekar með svakalega mikla, yfirgripsmikla sýn á það hvað muni koma til með að gerast á næstu árum varðar fasteignamarkaðinn og hann hefur svolítið verið að öskra í tómið allavega þegar maður hugsar til þess hvernig stjórnmálamenn hafa verið að haga sér. Og athugið það sko að hann skrifar þetta 16. mars sem náttúrulega áður en að þessi stýrivaxtahækkun keyrð í gegn. Hann segir hérna aðeins 3,2% einstaklinga 30 ráða óstuddir við að kaupa sér fyrstu íbúð. Sífellt erfiðara fyrir ungt fólk að kaupa sína fyrstu íbúð, jafnvel þótt að hort sé fram hjá háum vöxtum og dýrri fjármögnun. Fermetraverð íbúða hefur hækkað mun hraðar en kaupmáttur launa. Hækkun síðustu 5 ára hlutfallslega meiri en árana 5 þar á undan. Þá hafa skipulagsyfirvöld knúið áfram uppbyggingu meðalstórra eða stærri íbúða sem kaupendur ráða ekki við að kaupa og þetta svolítið stefið í greinina hans þar sem hann einmitt að benda á að það séu skipulagsfulltrúar sérstaklega náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu en sérstaklega í Reykjavík þar sem að þeir hafa verið að keyra í gegn ákveðna stærðir og
fermetrafjölda á hverja íbúð sem að minni eftirspurn er eftir og það hefur verið mjög sérstakt að tala við ýmsa aðila á þessum markaði sem hafa verið að benda á það að þegar að þeir reyna að hafa vit fyrir stjórnvöldum að þá eru þeir bara málaðir upp sem einhverju gráðugir skítalar út af því að ef við erum til dæmis með 1000 fermetra og þá ertu náttúrulega með fleiri íbúðir eða þú ert með fleiri 50 fermetra íbúðir frekar heldur en þú sért með margar 83 fermetra kannski einhverja penthouse 230 fermetra með stærri líka 120 til 150 fermetra á einhverjum stöðum en svo þetta minni stærðir eftir það og hann bendir á að skipulagsmál hafa verið óleystir út af því að þeir verktakar sem hafa mikla þekkingu á þessu vita hvernig markaðurinn virkar og eru svo að lokum líka að fara að selja íbúðinar náttúrulega dýrari íbúðir út af því að félagsíbúðir þurfa að vera ákveðið magn líka íbúða sem að þýðir það að þær fara á undirverði þannig að þeir fyrstu kaupendur sem eru að fara að kaupa þurfa að fjármagna tapið þar það að við séum með þetta í svona ferlum er náttúrulega galið út af því ég veit líka að út af því ég hef gagnrýnt Sigurð fyrir það að vera með ákveðna svona hugmyndir það að markaðurinn er bara að fylgja eftirspurninni að ef við myndum einvörðungu gera þetta svona að þá myndi það náttúrulega leiða til þess líka að fólk sé ólíklegri til þess að vilja stækka við fjölskylduna. Það svo sem aðeins stærri svona heimspekilegar pælingar en það væri aftur á móti hægt að laga það ef að við værum með markað sem myndi vera stjórnað af þeim verktökum sem eru með langmesta þekkingu á því hvernig eigi að haga skipulagsmálunum á þá minni kjörnum. Ég skil alveg að það í Reykjavíkurborg sé með einhverju hugmyndir skipulagsmál í stóru heildarmyndinni en þegar þeir eru að mikromanagea verktökum í það að vera með ákveðin fermetrafjölda á ákveðnum íbúðum að þá er þetta náttúrulega bara komið í algjöran höng. Og náttúrulega eins og Gylfi hjá Jáverk hefur bent á er að þetta krafan það að vera með allt svona mikið eða þar að segja með puttan í öllu skipulagsmálin í Reykjavíkurborg hefur náttúrulega líka leitt til þess að 30% af kostnaði er komin á íbúðina áður en að verkefnið hefst. 30%, hugsa ykkur ef að það myndi minnka 10%. Þá er miklu hagstæðara að kaupa íbúðir. En út af því að Reykjavíkurborg rekur þetta fyrir afsakið orðbragði með raskatinu að þá er ekkert hægt að gera ráð fyrir því að við séum að búa við góð kjörir varðar fasteignamarkaðinn sem að sjálfsögðu rekur áfram verðbólguna og hefur stórkostleg áhrif á það hvernig fólk hefur í sig og á. Það hefur, og þarf náttúrulega að taka hærri lán sem að þýðir það, þið viti hvert ég er að fara, ég nenni ekki að vera að klára þetta. Sigurður heldur áfram hérna og bendir á að fermetraverð íbúða hækkaði 149% frá 2015 til 2025. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur rokið upp síðasta áratuginn. Hver fermetri hækkaði 149% á milli áranna 2015 til 2025 á sama tíma hækkuðu laun 103% sem er náttúrulega líka galið sem þýðir að þröskuldurinn fyrstu kaupenda hefur hækkað verulega. Á árinu 2025 var meðalverð íbúða fyrstu kaupenda 70,6 milljónir en árið 2015 var það 31,7 milljón króna. Það er líka annað í þessu að þegar fólk er að tala laun og ég hef náttúrulega bent á þetta áður út af því að ég hef aðeins verið að vablast í fjárfestingum og húsnæði að þegar að þú ert með miklar launahækkanir að þá getur, ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að fullyrða að formúlan hafi verið nákvæmlega svona en þá getur gert ráð fyrir því í það minnsta að þær launahækkanir hækki svona 1,3 til 1,4 sinnum á fasteignaverðið. Það er að segja að ef að laun hækka eitthvað ákveðið X að þá getur við gert ráð fyrir því að margfaldarinn á því sé 1,3 til 1,4. Það er að segja 30-40% hærra inn á fasteignamarkaðinn. Ástæðan er einfaldlega sú að þegar það er meira fjármagn í umferð að þá getur við gert fastlega ráð fyrir því að það muni leita á einhverjum tímapunkti hvort sem að það er yfir stuttan tíma eða lengri tíma inn á fasteignamarkaðinn. Þannig að það að laun séu komin inn, þau fara í einhverja neysluvörur og annað en stór hluti leitar inn á fasteignamarkaðinn sem er þá líka í ákveðnum mólum en það mun alltaf verða að hærra
hlutfall heldur en launin og ég hef náttúrulega reynt að vekja athygli á þessu í töluverðan tíma en það bara eins og að fólk telji sér í trúum stanslaust að ef að það hækkar nægilega mikið í launum að þá mun að koma til með að græða því. Hann bendir líka hérna á að íbúðir fyrstu kaupenda á Íslandi 50% stærri en á hinum Norðurlöndunum. Það að segja á hinum Norðurlöndunum þá eru fyrstu kaupendur almennt að kaupa sér 60 fermetra. Þetta reyndar alveg eitthvað sem ég hef líka nefnt oft áður að eftirspurn ungs fólks eftir húsnæði alveg stórkostlega begluð út af því að ég man þegar ég keypti mína fyrstu íbúð, hún var 49,6 fermetrar og bara vel skipulögð og bara flott fyrsta íbúð. Ég talaði svo við félaga minn sem ég er að vinna með honum, hann er 22 ára, nei hann er 25 ára í dag, var þá 22 eða 1 árs og ég var að spyrja hann já, ertu að hugsa að kaupa íbúð eða? Hann já, ég er að pælja að kaupa íbúð. Ég já, ertu að byrja að skoða? Hann já, við erum að skoða hérna ekki undir 100 fermetrum og ég ertu eitthvað bilaður, er þetta ekki fyrsta íbúð? Jú, en við bara viljum bara koma okkur undir almennilegri íbúð bara fyrst að maður er annað borða að þessu og það þessi hreyfanleiki sem að mér finnst alveg vera komin út úr kortun út því að flestir eiga að gera ráð fyrir því að þeir þurfa ekki á fermetrafjöldanum að halda að þá eiga þeir ekki að þurfa til dæmis 100 fermetra íbúð fyrir 1 eða 2 einstaklinga og þetta eins og segi, ég veit ekki hvort það sé bara eftirspurnin en það er náttúrulega líka búið að vera að byggja undir þetta en vandinn sá að þrátt fyrir það að þið getur sagt núna herri Tóti, varst ekki að segja að þetta væri ekki að fylgja eftirspurninni jú, ok, flestir vilja búa í 300 fermetrum ef þeir hafa á því tök eða svona allagangur á því en ef að við erum aftur á móti með markað þar sem að þú ert að byggja 83 fermetra íbúð pluss þá áttu ekki að gera ráð fyrir því að manneskja sem í kringum tvítugt geti staðið undir afborgunum á slíku. Þannig að það skiptir engum máli hvað fólk vill. Það hvað getur það staðið undir og hvað dugir því. Það svolítið þannig sem að það þarf að reka þetta. Og þetta vita verktakanir. Það þetta sem verktakanir vita umfram skipulagsyfirvöld. En skipulagsyfirvöld eru bara í einhverjum skýjaborgum sem að byggir á því að þeir ætla að fara að kolefnisjafna steipuna og aðra steipu. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag. Það ekkert hægt að vera að reka samfélag á þessum forsendum þar sem að í fyrsta lagi skipulagsyfirvöld sjá til þess að þú getur ekki byggt þitt eigið húsnæði sem náttúrulega bara eitthvað samfélagslegt harakiri en í ofanálag að þú sért með íbúðir sem eru svo stórar að fólk getur í fyrsta lagi ekki staðið undir því og í öðru lagi að það hefur náttúrulega ekkert að gera við þennan fermetrafjölda. Steypan fer þá forgörðum, tími skipulagsyfirvalda fer forgörðum, tími verktaka fer forgörðum og það allt í svona dellu. Þannig að við getum ekkert verið að halda svona áfram. Við þurfum náttúrulega bara að tala að brjóta nýtt land
já, brjóta nýtt land, en við þurfum líka bara að leyfa fólki að byggja sitt eigið húsnæði án þess að það þurfi að vera að greiða og leggja út stórkostlegan kostnað áður en að gera nokkur skapaðan hlut, svo einhverja silkihúfur á einhverjum ýmsum stofnunum hafi í sig og á með því að fá 1500 skall á mánuði og styttingu vinnuvikunar. Hann heldur áfram að hækkun á íbúðaverði fyrstu kaupanda meiri þrátt fyrir minni fólksfjölgun og hægari aukningu ferðamanna, og þetta bara, eins og ég segi, þetta bara hefur að gera með sömu hækkun og við erum að tala áðan í sambandi við launin. Munur á nýrri íbúð á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni sem fyrstu kaupendur kaupa 2015, þannig er hann bara benda á sömu tölur og ég var að fara yfir áðan, og ég hef náttúrulega nefnt þetta áður þegar Konráð Guðjónsson mætti til mín í þátt, þetta fyrir 4-5 árum sko, þá var Bjarg og Blær og allt þetta rugl sko, að hafa sér rosalega mikið frammi í því að þeir eru svo góðar manneskjur sko, þess vegna væri þeir besti þess fallnir að fara að byggja óhagnaðar drifið húsnæði náttúrulega ekki til, það eru allir að græða á þessu, þetta er bara einhverjar eini gróðin sem að þetta fólk tekur er náttúrulega 1500 kall fyrir það að vera að klappa sér á bakið, en í ofanálag þegar getur það sagt við rosa flotta fundi í ráðhúsinu að það sé sko betri manneskjur heldur en flestir aðrir, og þetta því að ég bjó til húsnæði handa fátækum manneskjunni. Þetta er náttúrulega, já, ég hef náttúrulega sagt það svo oft, en ég skil ekki sko hvernig Bjarg og Blær er bara ennþá fyrirbæri. Við vitum alveg að allt þetta dót er bara della, en í ofanálag, sem ég hef nefnt áður, en ég ætla að nefna það aftur, og þetta þetta lagast ekki. Af hverju þurfa þessir aðilar að vera í nýjum byggingum? Hvað er í gangi? Og ég er búinn að fara með þessa ræðu, svona 30 sinnum það að þessir aðilar eiga ekkert að vera í nýbyggingum. Það er dýrara að vera í nýbyggingum. Það er bara sko, ef við tökum bara launatengd gjöld þeirra sem að byggja húsnæði, þá var það miklu meira heldur en að var áður. Og fólk vill oft á tíðum, það er svona aðeins búið að draga úr því, fá nýbyggingu, en fólk er að kaupa nýbyggingar til þess að vera að búa til einhver félagsleg úrræði, og það er náttúrulega út af því að það vill klappa sér á baki fyrir það að vera góða manneskjur. Ef þú býr til hús, þá losaru þá einingu fyrir aðra. Þannig að áhverju erum við ekki að láta verktakana vera frekar í því að skipuleggja íbúðir sem að hafa að gera með eftirspurn markaðarins raunverulega í stað þess að vera að reyna að mála okkur upp sem góðar manneskjur. Við losum fermetra þegar að önnur manneskja getur farið í íbúðina, og það, ég nefni þetta, ég er eins og bilu plata, ég veit alveg, afsakið mjög diggir aðstandendur, áskrifendur og hlustendur. Þetta er bara svo skrítin veruleiki, og sko það sem er kannski gott, og ég var að tala að það sem er gott við núverandi ástand, ef það er eitthvað gott við það sem maður náttúrulega á ekki að vera að segja, að þá er það að ESB-draumurinn er fallinn frá, almannatryggingafrumvarpið er dottið út, og við þurfum að fara að öðlast pínu skráp, við þurfum að takast á við veruleika þar sem að mun reyna bara á áfallaþol þjóðarinnar. Það er alltaf að fara að hækka gríðarlega núna þegar olíutunnan er komin upp í 116 og Trump hótar því að ráðast á olíuinnviði, þrátt fyrir það að hafa sagt að hann vildi líka einhvern veginn kæla niður aðstæður, en þá er þetta samt sem áður, það er gott sko. Og skrifar Þórður Snær Júlíusson, andstæða sem er kófdrukkin af þórðagleði yfir tímabundum hraðahindrunum. Ég held að ríkisstjórnin verði að fara að hætta að kalla þessa hluti einhverja tímabundna hraðahindrun. Við erum bara í mjög vondum aðstæðum, og þetta er ekki tímabundið nema það að við munum þurfa að takast á við veruleikan, og það er að segja þetta verður tímabundið ef að við tökumst á við veruleikan eins og hann er. Við erum ekki að fara að takast á við hann veruleika öðruvísi heldur en að breyta verulega til, sem að reyndar, eins og ég var að fara yfir áðan, Daði Már er búinn að sjá fram á. Hann skrifar Þórður Snær, þetta er grein sem kom út í dag: það er alltaf hægt að ganga að því vísa að stjórnarandstaðan á Alþingi á þessu kjörtímabili hoppi á hvert tækifæri til að fyllast af meinfýsnu kæti þegar áskoranir birtast í samfélaginu og prjóni svo yfir sig í slælega undirbyggðum yfirlýsingum að allt hér sé að fara til helvítis. Eftir að hafa farið nálægt við að setja enn eitt Íslandsmeti í þvælu, tafsi og málþófi í fyrri umræðum þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu
og svo fylgt því eftir með innblásinni andstöðu við þá viðleitni að stjórnvöld að skilgreina íbúðir frekar sem heimili fólks en fjárfestingavöru, þá hoppaði hún hæð sína þegar að Seðlabanki Íslands ákvað að hækka stýrivexti til að takast á við aukna verðbólgu síðasta mánuði og notaði ferðina til að reyna að koma í veg fyrir að greiðslur til allra fátækasta fólksins myndu verða látnar fylgja launaþróun. Sko, vandinn bara pínu sá að ákvarðanir þessara ríkisstjórnar eru ástæða þess að lífið að fara að verða hérna töluvert erfiðara. Ekki alfarið, alls ekki. Það ekki alfarið þannig að ríkisstjórnin beri ábyrgð á öllu sem hér hefur farið forgörðum og ég hef verið hérna að tala um. Hins vegar að eins og Daði Már Kristófersson sagði, plans are worthless, planning is everything. Það þarf að bregðast við nýjum veruleika með því að kasta þessu plani út á hafsauga og endurskipuleggja sig. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komið nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afsláttur úr skráirði í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Og eitt af því þessari endurskipulagningu verður það að taka þetta almannatryggingafrumvarp og kasta því út að hafsauga ásamt planinu. Ég myndi bera mikla virðingu fyrir þessari ríkisstjórn fyrir það að geta bara svo litið tekist á þennan nýja veruleika og sagt bara þetta bara virkaði ekki en við erum með X og X og X og X sem að við ætlum að taka okkur fyrir hendur og gera það en það verður ekki sársaukalaust og stjórnarandstaðan mun örugglega hafa gaman að því. Ég ætla ekki að ljúga því, ég held að sé ekki þórðagleði að hálfu ríkisstjórnarinnar endilega út af þessum málum sko. Ég held að enginn sé það mikill skítall alveg eins og að Kristrún Þorgerður og aðrir sem að segjast vilja eða segjast ekki vilja fara í ESB. Það enginn að reyna að reka samfélagi hérna á kaf til þess að komast inn í ESB og bara eins og ég var að nefna áðan þá meikar það ekki sens þar sem að ríkisstjórnin mun ekki hafa umboð til þess ef að hlutinni lagast ekki mjög hressilega, mjög hratt. Ég veit ekki hvað skal segja fleira sko. Þetta verður allavega spennandi. Ég veit ekki nákvæmlega hvað gerist en ég mun allavega reyna færa ykkur mínar hugleiðingar það. Eins og segi, ég ekki fjölmiðill, ég ekki verið að færa ykkur fréttir en ég að fara að segja það sem ég finnst þetta út af því að mér finnst gaman að tala þetta en ég ætla að segja þessu loki í dag. Paradox.is/1 pæling ef þið viljið fá þennan þátt viku á undan öðrum og svo að sjálfsögðu styðja við bakið á mér. Það svona það sem ætti að vera að mínum að þetta helsti drifkrafturinn að fólk gerist áskrifendur. Það ekkert endilega eitthvað að ég sé að setja einhverja hindranir út af því að þið fá þetta án auglýsinga og viku á undan öðrum. Heldur bara út af því að þið þá að styðja við bakið á því að ég sé á annað borð að skapa þetta efni. Þannig að ef þú hefur gaman að því þá ætti það að vera helsti drifkrafturinn. Takk að þið ætla að vera að hlusta og þangað til næst.